Þá er það 7. liður, innleiðing heimsmarkmiða hjá sveitarfélögum. Það er bæði fulltrúi Alfa Dröfn Jóhannsdóttir sem tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér er blóðið til skyldunar að tala eins mikilvægi þess að sveitarfélagið okkar hefji innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og vísa í því samhengi í bókun bæjarráðs frá 23. mars þar sem bæjarráð fól bæjarstjóra að kanna kosti og galli þess að hefja formlega innleiðingu heimsmarkmiðana. Heimsmarkmiðin sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í september árið 2015. Rauði þráður markmiðana er að engir einstaklingar eða hópar verði skilin eftir. Heimsmarkmiðin eru margþætt og metnaðarfull og krefjast skipulagðrar vinnu af hálfu ríkis og sveitarfélaga. Og það er óhætt að fullyrða að ef við vinnum markvisst að markmiðunum og náum þeim, þá mun líf allra og umhverfi okkar breytast til hins betra. Markmiðin sem gilda á tímabilinu 2016 til 2030 eru 17 talsins með 169 undirmarkmið og það er stór biti fyrir öll sveitarfélög. Það er skiljanlegt að meirihlutinn sé tvístígandi að takast á við þetta stóra verkefni, þrátt fyrir að við hljótum öll að geta verið sammála mikilvægi þess. Markmiðin eru mörg, misveigamikil, jafnvel flókin í innleiðingu og geta að auki virst ansi háleit, ásamt því að fyrir mörg þeirra er einnig erfitt að skilgreina og vinna gagnlega mælikvarða. Hingað til hafa flest þeirra sveitarfélaga sem eru komin að stað í innleiðingu heimsmarkmiðana verið að vinna því að innleiða öll heimsmarkmiðin heildstætt, en sveitarfélag geta í raun valið sjálf með hvað hætti þau innleiða markmiðin. Örfá sveitarfélag hafa valið að innleiða einstök markmið en ekki innleiða þau öll og hvoru tveggja fylgja auðvitað kostir og gallar. Hvort heldur sem öll heimsmarkmiðin eru innleidd í einu lagi eða einstök markmið valin, tel ég mikilvægt að einum málaflokki verði sérstaklega lyft í þeirri vinnu. Þannig mætti tryggja skýrari áherslu og mögulega hagnýtari nálgun. Með því að lyfta forvörnum gegn kynferðislu og kynbundnu ofbeldi og áreitni undir merkjum heimsmarkmiðana má mögulega gera markmiðin skiljanlegri og aðgengilegri fyrir sveitarfélagið. Kynbundið ofbeldi er samfélagsmein sem að ég trúi að hægt sé að uppræta með markvissum aðgerðum og hér er okkur lag að leggja áherslu á að innleiða einstök heimsmarkmið sem beinlínis tengjast okkar áherslum innan sveitarfélagsins. Fjöldi þeirra kvenna og stúlkna sem verða fyrir kynbundnu ofbeldi og áreitni er yfirþyrmandi en rannsóknir benda til þess að 1 af hverjum 3 konum og stúlkum á heimsvísu verði fyrir því á lífsleiðinni. Slíkt ofbeldi grefur undan heilsu, reisn, öryggi og sjálfræði þolenda þess og hefur víðtæk áhrif. Efnahagslegur kostnaður ofbeldis er einnig umtalsverður fyrir bæði ríki og sveitarfélög. Í skýrslu sem að kom út árið 2021 kemur fram að kostnaður ríkja ESB í tengslum við kynbundið ofbeldi nemur 366 milljörðum evra á ári. Og tæplega 80% þess ofbeldis er ofbeldi gegn konum. Hingað til hefur ekki verið unnin samskonar nákvæm greining í íslenskum veruleika og eðlilega er erfitt að meta kostnaðinn þar sem að ofbeldi er mismikið, misalvarlegt og missýnilegt, en kostnaðinn kemur hins vegar fram víða í kerfinu, hjá lögreglunni, í heilbrigðiskerfinu, hjá félagsþjónustunni, barnaverndaryfirvöldum, í skólakerfinu, kvennaathvörfum og víðar. Þetta er þungur kostnaður fyrir bæði ríki og sveitarfélög og hér er ekki talin með hinn gríðarlegi andlegi og líkamlegi kostnaður þeirra einstaklingar sem fyrir ofbeldinu verða. Kynferðislegt og kynbundið ofbeldi áreitni er samfélagsmein sem er öllu samfélaginu mjög dýrt. Þá er afnám ofbeldis gegn konum og börnum ekki einungis mannréttindamál heldur spurningum að sjálfbær þróun eigi sér stað ásamt því að vera mikilvægt efnahagsmál. Gögn úr íslenskum veruleika sýna okkur enn fremur að staðan í kynferðisofbeldismálum er þung og það er nauðsynlegt að bregðast við af krafti. Og hér getur Akureyrarbær sannarlega lagt sitt á vogarskálarnar í átt að sjálfbærara og réttlátara samfélagi. Hingað til hefur mikið gott verið unnið í þessum málaflokki, en betur má ef dugar skal og mikilvægt er að ráðast að rót vandans. Og það má til dæmis gera með því að leggja áherslu á forvarnir gegn ofbeldi strax innan leik, grunn- og framhaldsskóla. Og þar getum við sannarlega stigið inn í af krafti. Enda berum við ábyrgð á rekstri leik- og grunnskóla, komum að íþrótta- og tómstundarstarfi og ótal öðrum þáttum sem snúa nálægð við íbúan okkar. Og hér erum við í lykilstöðu þegar kemur á forvörnum gegn ofbeldi, menntun og fræðslu fyrir börn, ungmenni og aðra. Og hugmyndafræði heimsmarkmiðanna snúa flest með einum eða öðrum hætti að því að koma í veg fyrir ofbeldi.
enda eru samfélag hvorki réttlátt eða sjálfbær á meðan að hluti íbúa lifir ekki við öryggi eða jafnrétti. 4 heimsmarkmiðanna fjalla gagngert vernd gegn ofbeldi og þar má helst nefna markmið númer 3, heilsa og vellíðan, markmið númer 5, jafnrétti kynjanna, markmið 11, sjálfbærar borgir og samfélög og markmið 16, friður og réttlæti. En þar snýr einmitt fyrsta undirmarkmið að því að draga verði verulega úr hverskyns ofbeldi og dauðsföllum sem rekja má til ofbeldis og snúa margar af helstu áskorunum á Íslandi að því að draga úr hverskyns ofbeldisbrotum. Við erum nú þegar að gera ýmislegt sem má segja haki í boxin, en það sem skiptir máli að hefjast handa og forma þá vinnu sem við erum nú þegar að vinna og þá vinnu sem framundan er. Já, þetta stór biti, en við getum búið það niður. Í því tilliti legg ég til að við lyftum þessum ákveðna málaflokki og hefjum innleiðingu á fyrrnefndu markmiðum sem snúað honum. Að lokum vil ég leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar hjá Framsókn. Við skorum á meiri hlutan að láta innleiðingu heimsmarkmiðana, hvort heldur í heild eða að hluta, ekki verða að óyfirstíganlegu verkefni, heldur líta á hvað við erum að gera nú þegar, hvað við getum gert og stíga fyrsta skrefið. Hvert einasta skref skiptir máli og getur jafnvel skipt sköpum. Tökum einn bita af fílnum í einu ef það það sem þarf til þess að hefjast handa. Við eigum að leiða, ekki fylgja. Takk fyrir mig. Þakkum kærlega fyrir bæjarfulltrúa Ölfutur Jóhannsdóttir fyrir og orðið laust. Já, bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Ölfutur kærlega fyrir að koma hingað á þennan fyrsta bæjarstjórnarfund sinn og tala jafn mikilvægt mál og raun ber vitni heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, kynbundið ofbeldi og sjálfbæra þróun. Það er ekki verið að ráðast á garðinn þar sem hann lægstur og ég virkilega ánað að heyra hennar innlegg, sérstaklega varðar það hvaða afstöðu við getum tekið, hvað við getum gert og hvernig við getum gert það, ekki aðeins ímyndar töfralausnir eða annað og þarna eru verkfæri sem að ég veit að bæjarfulltrúi þekkir vel til og verkfæri sem við getum ef að við viljum nýta okkur til þess að ná árangri og ef að kynbundið ofbeldi og ofbeldisforvarnir, kynbundið ofbeldisforvarnir ekki eitthvað sem að skiptir okkur hér inni miklu máli, þá veit ég ekki hvað. Og þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun alveg ótrúlega áhugavert fyrirbæri og sett fram í mörgum liðum og auðvitað eins og hún bæjarfulltrúi Alfadröp kom inn á getur virkað ansi yfirþyrmandi en að sama skapi þetta allar ríkisstjórnir innan Sameinuðu þjóðanna sem hafa tekið ákvörðun að sameinast þennan málaflokk og þar með okkar ríkisstjórn hér á Íslandi. Ef ég man rétt þá voru 2019 44 sveitarfélög af þá 69 sveitarfélögum sem hafðu þegar lýst í yfir að þau ætluðu sér að innleiða formlega heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Við höfum nú áður lýst í yfir að við teljum að það sé eitthvað sem Akureyrarbær eigi að gera og hefur ekki gert hingað til. En það getum við gert, en það þarf að taka formlega ákvörðun að við ætlum að fara þá vegferð. Mér líður stundum í umræðinni eins og þetta einhvern veginn að gerast það sjálfu sér, það sé eiginlega verið að gera þetta einhvern veginn, einhver staðar, einhver tíman, en það væri að mínu viti mikilvægt skref að taka formlega ákvörðunina að gera þetta og gera kannski eins og bæjarfulltrúi Alfadröp leggur til sem að mér finnst vel þess virði að horfa á, það að segja forgangsraða, búta verkefni niður, leggja fram okkar áherslur hvaða áherslu við viljum leggja. Þannig að ég vil í rauninni bara taka undir með henni og fyrir hönd mín og Jönu Salóme Ingibjargar Jósefsdóttur leggja fram eftirfarandi bókun og óska bóka bara að við ítrekum þá afstöðu okkar að Akureyrarbær ætti að hefja formlega innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Takk fyrir. Takk fyrir, þakkum bæjarfulltrúa Hildu Einar Gísladóttir fyrir. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttir að taka við fundarstjórn. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason.
byrja með að þakka kærlega Ölfu Dröfn fyrir gott innlegg, bæði fulltrúa og bæði fulltrúa Hildi Jönu Gísladóttur einnig. Heimsmarkmiðin er risastórt verkefni sem er svo sannarlega þess virði að ræða oft og ítarlega. Þessi punktar varðandi heimsmarkmiðin 3, 5, 11 og 16, þar segja eins og Alfa nefndi, heilsa og veljan, jafnrétti kynjanna, sjálfbæra borgir og samfélög og friður og réttlæti. Eins og við bókuðum hér í bæjarráði að bæjarstjóri skyldi fara í þetta verkefni. Það verkefni er komið og fullt og hef ég hér nokkuð dæmi, til dæmis við tökum heilsu og veljan í Akureyrarbæ, þá erum við sjálfsögum með velferðarstefnuna, stefnu Akureyrarbæjar, IBA íþróttamálum, umhverfis- og loftslagsstefnuna, en ég sé mikil tækifæri í vinnu við nýja lýðheilsustefnu sem fer í gang. Að gera hana út frá heimsmarkmiðum og skoða það virkilega vel. Jafnrétti kynjanna, ég verið að nefna það ég á þessum fundi að mannréttindastefnan hefði búið að vera mikil og góð vinna í því og það hefði örugglega verið hægt að setja heimsmarkmiðin enn betur í þeirri vinnu, en það efast ekki að við gerum næst. Í Barnavernd sveitarfélag, við erum á þeirri vegferð að fá samþykkta stimpilinn endur samþykktan og er svo vinna bara langt komin. Sjálfbæra borgir og samfélög, það er náttúrulega erum við að fara í aðalskipulagsvinnu, það getum við tengt við heimsmarkmiðin. Við erum að fara í umhverfis- og loftslagsstefnu sem er mjög metnaðarfull stefna og aðgerðaáætlun sem á enn eftir að samþykkja þetta. Og ég er alveg hjartalega sammála því eftir að skoða vinnu hjá öðrum sveitarfélögum að við munum geta gert frábæra vinnu, gefið dæmi til dæmis eins og Kópavogur sem er búin að gera afskaplega góða vinnu á Garðabær og fleiri sveitarfélög hér í kring. En 61 af 64 sveitarfélögum svöruðu könnun heimsmarkmið og sjálfbærni vinnu og í þessum svörum eru mjög dýrmætar upplýsingar sem verið að vinna úr núna og því teljum við hér í meirihlutanum að þurfum aðeins að skoða þessu upplýsingar betur áður en við byrjum á svokallari vinnu og þess vegna ætla ég að óska bókað fyrir okkur meirihlutan. Bókun meirihlutan hljómar svo að meirihlutin telur markvisst eigi að vinna innleiðingu heimsmarkmiðanna og horfa til þess sem nú þegar hefur verið gert í sveitarfélaginu. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbærna þróun er ákall þátttöku allra og undan því skorast Akureyrarbær ekki. Bæjarráð fól bæjarstjóra að kanna kosti og galla þess að hefja formlega innleiðingu og svara könnun sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefði óskað eftir því gert þann 23. mars síðastliðinn og er beðið eftir niðurstöðu vinnunnar af hálfu sambandsins. Meirihlutin telur jafnt og þétt eigi að tengja heimsmarkmiðin stefnum sveitarfélagsins og leggur til að lýðheilsustefna sem hafin er að vinna við, þar segja hafin er vinna við nýja lýðheilsustefnu hafi heimsmarkmiðin að leiða ljósi ásamt því að aðgerðaáætlun umhverfis- og loftslagsstefnunnar verið tengd markmiðunum. Þannig getur Akureyrarbær hafið innleiðingu heimsmarkmiðina og lagt sitt á lóð og vogarskálarnar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sinni og fær Jón Markús stjórn fundarins. Orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir góðar umræður hérna og þakka bæjarfulltrúa Ölfu sérstaklega fyrir að taka þetta mál upp hér og leið brýna fyrir okkur mikilvægi þess að taka á kynbundnu ofbeldi með markvissum hætti og ég vil líta á það við sem ekki bara að tala kynbundnu ofbeldi heldur komum líka bara inn á ofbeldi almennt sem við höfum séð að er að færast í verulega aukana meðal ungmenna og ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur hér líka eins og nýlega dæmi sína. En ef það er vilji til þess að fara í innleiðingu á heimsmarkmiðunum þá væri kjörið að nota þetta mikilvæga málefni sem æfingu í að innleiða markmiðin. En svo í framhaldinu þá hefði ég viljað taka skrefinu lengra og endurvinna allar stefnur sveitarfélagsins með verkfærakistu heimsmarkmiðina og tryggja þannig markvissari vinnu með stefnurnar og þvert á svið.
Þessi heildarstefnu bæjarins eru svo leiðarstefið í fjárhagsáætlun og vinnu og gerð starfsáætlana. Þannig að við rauninni byrjum bara upp á nýtt, myndum okkur einhverja framtíðarsýn og vinnum markvisst með þessar heildarstefnu þvert á öll svið eins og ég nefndi áðan. Mér langar að skora á okkur að gera það sama og greinilega bæjarfulltrúi Heimir hefur gert, að skoða hvað hinn sveitarfélögin hafa verið að gera og ég hef verið hrifin af því sem Reykjanesbær gerði, sem var að fara í svona heildarsýn á sveitarfélaginu og vannst það bæði með atvinnulífið og íbúum sveitarfélagsins. Og þar var ákveðið að einblína á 4 þætti sem voru sem sagt börnin mikilvægust, vellíðan íbúa, fjölbreytt störf og vistvænt samfélag. Svo tengja þau bara ákveðin heimsmarkmið undir þetta leiðarstef en þetta hafa þau ákveðið að sé þeirra stefna til framtíðar. Þannig ég tel það ekki endilega vera lausn að fara að henda heimsmarkmiðunum á stefnunar okkar án þess að taka þær allar upp og horfa bara til framtíðar og mynda okkur einhverja heildarstefnu. Við getum alltaf tekið hverja einustu stefnu og henda einhverjum heimsmarkmiðum á hana. En erum við eitthvað betur sett með það? Það eins og hefur komið fram pressa á að hefja þessa vinnu og okkur ekki til setuna boðið. Árið 2021 fékk sambandi styrkur jöfnunarsvæði til að fara í þessa vinnu. Öll sveitarfélög áttu þess kost að taka þátt í verkefninu og tæplega helmingu þeirra var með og það má gera ráð fyrir að mun fleiri hafi þessa vegferð í dag, þannig að okkur ekki til setuna boðið. Þannig að ég sé bara tækifæri í þessu og stokka upp alla stefnunar okkar, mynda okkur stefnu til framtíðar og bæta stjórnsýsluna okkar með því. En það var kynningafundi fyrir kjörna fulltrúa á dögunum sem var því miður mér minnir að hafa verið bæjarráðsfundur eða skipulagsráðsfundur á sama tíma. En ég held að bæjarfulltrúi Hulda Elma hafi mætt allavega fyrir meirihlutann, hann það verið áhugavert og gaman að heyra hennar sýn á þessa vinnu og hvað kom þarna fram. En eins og ég segi þá sé ég bara tækifæri í þessu og ég sé svo sem ekkert því til fyrirstöðu að við bara hefjum þessa vinnu, hvort sem að við ætlum að byrja bara í litlu skömmtum eða ekki og sé svo sem ekki ástæða fyrir að vera að bíða eftir þessari niðurstöðu könnunar hjá sambandinu sem sneri helstaði til að athuga bara hver sveitarfélaginu er stödd í þessu ferli. Við erum að vinna núna mannréttindastefnu og það var kannski pínu sérstakt að ekki var ákveðið að vinna með heimsmarkmiðin þar, en það munum við þá bara gera í okkar heildarstefnu og þegar ég er að tala um heildarstefnu þá er ég ekki að tala um að við verðum ekki með einhverja undirstefnur og notaði eitthvað úr þeim stefnum sem eru nú þegar í gildi, en allt saman bara frábær tækifæri og ég hlakka bara til samstarfs með meirihlutanum ef við ákveðum að fara í þessa vinnu. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúi Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir, það bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir sem tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka bæjarfulltrúi Ölfu Dröfn fyrir að koma með þetta mál hér á dagskrá og mikilvægt umræðefni sem við höfum og ég held að við höfum öll þegar við þetta fyrst sett fram hugsað, já, það er frábært, nú erum við einhvern veginn heimurinn að sameinast svona heildarsýn hvert við viljum stefna og við getum svo löndin og sem við höfum gert sem ríki sagt, já, við ætlum að taka þátt og þar alveg taka sveitarfélögin þátt að því eins og hefur komið fram þá er 65% verkefnina á hendi sveitarfélagana og þannig að við skorumst ekkert undan því og ég held að við sem öll og hinga til þess að segja sko hvar á byrja og þess vegna líst mér mjög vel á tillöguna frá bæjarfulltrúa Ölfu Dröfn sem segir þú veist bara byrjum einhver staðar og tökum kynbundið ofbeldi eða ofbeldi yfir höfuð, þú veist það er bara verðugt verkefni til þess að byrja á eða hvar sem við byrjum. Ég held ekkit endilega við þurfum að taka alla stefnuna okkur og henda þeim, þú veist við erum búin að vera að vinna í þessum anda, það er ekkit eins og
þessi heimsmarkmið sé eitthvað langt frá því sem að við höfum verið að stefna að frá bara síðustu 10 ára eða 20 ára hvað, þú veist, þannig að þetta er auðvitað bara betra samfélag, réttlátara samfélag, taka á þeim vandamál sem er að koma upp og heildarsýnin er þá þarna til og við getum þá öll verið svona að ber okkur saman á svipaðan hátt eða sama hátt, það er verið að gefa okkur þannig að tækifæri til þess að vera með verkfæri sem að, þú veist, við getum lagt þetta fram þannig að allir skilji á sama hátt eða í það minnsta svipaðan hátt. En sko, ég er ekki alveg sammála samt því að þú veist, sem bæjarfulltrúi Sunna kom með að við ættum bara að byrja upp á nýtt. Þú veist, ég held við þurfum þess ekkert endilega. En við eigum svo sannarlega að taka þessa stefnu sem við erum að vinna í núna og tengja það og byrja einhvers staðar og tengja það þessum markmiðum þannig að þú veist að við séum að hefja þetta ferli og mér allavega persónulega og ég held að okkur lítist bara vel á að taka þetta svona, gleyp ekki fílinn, heldur taka eitt bit í einu og byrja og við hefðum, og það er alltaf gott að segja eftir og hefðum átt að vera með mannréttindastefnuna þarna tengda en við vorum ekki bara komið þangað með okkar vinnu í þessum málum. Ég held hins vegar líka það sé alveg ágætt að fá pínu reynslu sveitafélags eins og Kópavog sem að fór frekar snemma inn í þetta, þú veist bara hverju hefur þetta skilað og þau tóku heildarpakkan hjá sér og fóru með þetta alla leið. Vörðu miklum fjármunum og tíma í að innleiða það og svo bara þú veist væri gott að sjá hverju hefur það skilað og hverju hefur það breytt frá þeim stefnum og því sem hin sveitafélagin er að gera. Það er ekki, að einhverju leyti held ég að sé ekki nóg að setja bara limmiðan á. Við þurfum auðvitað einhvern veginn svona að taka þessa umræðu í okkar hópi og sérstaklega hérna í bæjarstjórn. Þannig að það er bara til fyrirmyndar í raun að ræða þetta hér oftar en einu sinni. Takk. Bæjarfulltrúi Höllu Greinsdóttir fyrir orðið laust. Bæjarfulltrúi Jan og Salome Ingibjörg Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Ölfu Dröfn fyrir að koma hingað upp í ómfrúa ræðu sinni og tala heimsmarkmiðin. Ég vildi eins og árétta það að vinnu við endurskoðun á mannréttindastefnu er hvergi lokið. Það er ekki búið að samþykkja stefnuna og það er ennþá tækifæri til þess að bæta heimsmarkmiðinum inn í þá stefnu. Því vil ég endilega hvetja meirihlutann til þess að bæta því við bókun sína og að við förum í það í þessari vinnu sem eftir er að breyta henni út frá heimsmarkmiðinum. Takk. Nei, engin. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jönu Salome Ingibjörg Jónsdóttir fyrir, bæjarfulltrúi Halla Greinsdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar að því að koma að áskorunum að bæta þessu við bókunina. Þá vildi ég bara rétt koma upp að segja að þú veist að svo stöddu að gera það ekki en við getum algjörlega að skoða það hvort að það er heppilegt og bara ræða hvert svo vinna er komin og hvort að við ættum að þá, en það þýðir auðvitað að það dregst öll svona að samþykja viðkomandi stefnu og svo framvegis. Þannig að við bara skoðum það þó við bætum því kannski ekki í bókunina. Það kom bæjarfulltrúi Höllu Greinsdóttir fyrir orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig.